Góðan daginn og velkomin í hluthafaspjallið. Við sittum hér sem endranær félagarnir, ég og Jón G. Hauksson. Við eigum nú von á góðum gesti á eftir, en við ætlum að venju aðeins að renna yfir svona efnahagsmálin og síðan náttúrulega svona þau tíðindi sem að margt verðust eru í Kauphöllinni. En Jón, við sittum alltaf það sem að eigendur hlutabréfa og svo rekstraraðilar líka að velta fyrir sér, það verðbólga og stýrivexti. Yes, og það verður að segja þess og það er að hella hérna vatni bara hérna í þetta. Ég veit að þetta mun sjást í sjónvarpinu. Við erum í sjónvarpinu, við erum í mynd. Það eru mjög margir sem hlusta á okkur. Áhorfendur eru ekki viðkvæmir. Nei, þeir eru ekki viðkvæmir fyrir þessu og ég var með þetta ræðum það með vatnsdrykkjuna að kristallinn í gamla daga var alltaf sagt Sigurður að það veri nóg vatn í krananum og það veri kalt vatn í krananum, en nú kaupir þetta kolsýrt. Heyrðu aðeins þetta, það skal ég segja, við skulum bara byrja á verðbólgunni. Hún á uppleið vantarlega og stýrivextir verða þá ekki lækkaðir 4. febrúar og við bara erum í sama gír og áður, það er bara svolítið. Já, sko, það blasir við að næsta, ég sé bæði greiningadeildir Landsbankans og Íslandsbanka eru komnir með áætluna á verðbólguna. 5,1% sá ég Landsbankin, Íslandsbanki aðeins lægri, 4,9%. Þetta auðvitað mikil vonbrigði eftir að við sáum þannig að hagstæðatölur í nóvember, svo byrjaði þetta eitthvað að tikka upp. Já. Og það sem kannski núna, menn eru svona að reyna að vera hughristandi með að segja að það sé ekki undirliggjandi verðbólga. Þetta sé eitthvað sem að koma fram núna. Verðbólguskot. Hugsalega, verðbólguskot sem tengist meðal annars stjórnvaldsákvörðunum. Breytingu, við erum að sjá það breytinga til dæmis á eldsneytisverði og það breytingar á vörugjöldum bíla. Já, það mun hafa. Bílar eru taldir, munu hækka 7,5%. Og það þarf að breyta samsetningunni á vísitölunni út af þessu. Þetta góðu punktur líka vegna þess að það þessi vísitala, hún mælir náttúrulega, hún byggð að Hagstofunni, hún mælir allskyns neytenda hegðun, hvernig, og þetta er bara kurva sem að tekin eða karfa öllur heldur, hvernig eru heimilin að nýta sér þetta. Það er svolítið athyglisvert ef að menn hætta að kaupa bíla núna eftir áramótin og þá ykkur verðhækkun þar inni með við fortíð á notkuninni. Nú var mikið keypt fyrir áramót. Það er bara svakalig bílasala í nóvember og desember. Það er vegna þess að menn vissu á þessari hækkun. Í gamla daga var þetta þannig að menn hrósuðu sigri og sögðu, heyrðu, ég náði að kaupa ískáp, ég náði að kaupa bíl, ég náði að kaupa fyrir gengisfellingu. Þetta var En það, ég þekkin til þess mann sem að patta þessi bíl í haust. Og hann vissi aldrei hvaða verð, þeir gáttu ekki sagt honum, hann fær hann afhent núna í upphafi árs. Þeir gáttu aldrei sagt honum á hvaða verði bílinn yrði. Hvað sér? Það finnst mér athyglisvert. Og það var ekki bara einhver gengisóvissa eða eitthvað slíkt. Þetta er bara óvissa gagnvart þeim áhrifum þeirra breytinga. Við sáum það nú að menn vissi ekkert hvernig veiðigjaldshækkanina myndu koma fram þegar það voru settar. Það tók marga mánuð og gríðarlega útreikninga til átt að sjá hvað áhrif veiðigjaldahækkana og svipa virðist vera á teningunum núna með áhrif þessara vörugjaldsbreytinga sem að verða núna og síðan á eldsneytisverð. Hlutfall eldsneytis í vísitölunni mun lækka aðeins af því að eldsneytisverð að lækka, en svo hafa menn auðvitað varan á sér. Það þarf að nú reynir fyrst mér eins og Neytendasamtökin og FIB og auðvitað þetta breka allt í hennu. Nei, ég að segja það. FIB stendur sér vel. Já. Runólfur ég bara að segja það. Þessir aðilar hljóta sameinast það að fylgjast með því að eldsneytisverðið, lækkun á eldsneytis eins og hún á að vera skili sér og hún haldist. Þannig að við vitum það, þetta bara því miður. Þetta alltaf mjög viðkvæmum punktur þegar við erum að gera breytingar með þessum hætti. Og ef við ætlum ef þessir aðilar bera hag neytenda raunverulega fyrir brjóstið sér, þá hljóta þeir að gera það. En að þessu sögðu, við vonum, mennur að segja, verðbólga verði komin aftur niður fyrir 4%, ef ég skildi það rétt, í kannski mars-apríl. Og þá er það hvernig ætlar
Seðlabankinn að líta ástandi núna, þú nefndir það næsta ákvörðinu, 4. febrúar. Hvernig ætlar hann að horfa á ástandi þá? Heldur hann algjörlega sér höndunum út af þessari hægt? Ég spái því að svo sé, svo verði. Ég hugsa að sé mikið til í því vegna þess að það er svolítið erfitt fyrir Seðlabankann að fara að lækka vexti með svona skoð. En leið þá er hann að horfa á aðra þætt í samfélaginu vegna þess að sko spennan í hagkerfinu virðist vera verulega í rýrnum og við erum að sjá bara atvinnuleysi er að rjúka upp og ýmsar tölur sem að Seðlabankinn hlýtur líka að horfa á. Þannig að ég segi, ég tek undir með þér, ég vona því að þér bara aldrei óbreyttu vöxtum, en út í jafnvel næsta ár. Nei, það hef ég ekki trú. Nei, það mun kom í ljós. Ég hef ekki trú því. Við skulum setja hérna eitt graf og það er nefnilega vegna þess að Kauphöllin er núna nálgast, þetta er svolítið athyglisvert graf. Förum yfir í Kauphöllina. Í framhald af þessu. Það er þannig, núna er Kauphöllin nálgast 3000 stiga markið og við sjáum það þarna að þegar þetta toppaði sem sagt í janúar á síðasta ári 2025 þá séum við það að þetta er að nálgast það aftur, það er mark. Förum þá aftur, þetta er athyglisvert vegna þess að framhaldið á þessu þarna, við skulum taka Kauphöllina síðast nefn 5 ár, það hún hefur nefnilega þá sýnir okkur þetta hvað hún hefur rauninni sveiflast. Hún var 3500 í september 2021. Það er svona, hún rauk upp þarna eftir, hún hafði lækkað í COVID og síðan fer hún niður í 2000 stig 2023 og svo er hún komin upp í 3000 stig núna í janúar 2025 og svo núna fór hún svo niður árunu en er að nálgast 3000 stigin aftur í janúar. Þannig að Kauphöllin hefur á síðan 5 árum eða úrvalsvísitalan eins og þetta heitir hefur lækkað var sérstaklega í 3000 stigum, fór niður í 2000 stig, var í 3500, fer niður í 2000, þannig að þetta og er núna nálgast 3000 stig. Þannig að, hvað ég að segja, það sýnir okkur sko að þarna voru líka miklar vaxtabreytingar, stýrivaxtabreytingar á ákvarðan þessu tímabili. Skýrandi þáttur í þessu öllu, Jón, er þetta háa vaxtastig sem að vera í landinu. Og það sem ég ætla að segja sko er það að leið og kemur með háa vexti að þá hefur það einfallega áhrif á eignaverði. Það er bara svoleiðis. Heyrðu, en annað í Kauphöllinu? Já, heyrðu, bara rétt, Kauphöllin í morgun, það er græna kortið. Þú varst að tala sjávarútveginn, veiðigjöldin. Já, sko hann hefur verið sjávarútvegsfyrirtækin hafa verið að hækka undanfarið. Já, og það er, ef við rúlum aðeins áfram, Arnar, það er hérna, útgerðin hún er að hækka, segir Viðskiptablaðið og ég skoða þetta og við skulum fara þá bara í Ísfélagið áfram. Þetta er svolítið athyglisvert, þú veist að tala hérna gengis, þú veist að tala hérna veiðigjöldin og öll svo mikla umræða sem varðum veiðigjöldin. Það kemur í ljós að nú eru öll þessi félagar nálgast og komin upp fyrir fyrra stig þegar umræðan hófst. Þau hrundu niður og verðrýrnunum var 10 miljardar. Við sögðum frá þessu í fyrra sumar. Nú eru þau að nálgast það stig sem þau voru í áður. En umræðunum var til veiðigjöld. En athyglisvert auðvitað í ljósi þeirra ummæla sem Guðmundur í Brim lét falla hér hjá okkur að hann sagði við erum með mjög góð uppgjör núna en hann sagði leið það þarf auðvitað að meta okkur bara yfir lengra tímabil. Ekki kaupa í okkur, sagðan, ekki kaupa í okkur ef við horfum bara á einn ársfjórðung. Já, en ég veit ekki hvort að fólk En veiðigjöldin eru líka lægri. Það held allir við færu upp í 20 miljarda, en þau enduðu bara í 13-14 miljarda. Það er kannski hlutverðslega. Það mótast náttúrulega ákomu félagana einhverju leyti. Þau eru auðvitað framleiða tengt þessi veiðigjöld. Já, nú aðeins það er styrkás, við vorum aðeins að tala það áður komið inn í þáttinn. Þeir ætla að markað, sagður, styrkás. Þeir hafa búið það, þeir ætla að koma athyglisvert félag sem búin að vera núna í uppbyggingu. Og tengist skel. Skel er náttúrulega leiðandi fjárfestir. Með 38% kjölfestu fjárfestir í styrkási. Þeir hafa í raun og veru skel hefur verið að búa til þetta félag með stjórnandi fyrir. Já, og þannig Skeljungur hafður, ég tók eftir því, Skeljungur hafður þarna inni á meðan orkan sem selur bensínin, innflutningurinn er í gegnum Styrkás, gegnum Skeljung, innflutningur Skeljar, en þeir selja þetta í gegnum orkuna, sem er þá inn í félaginu sem heitir Drangar. Já. Og það er líka að fara á það netto og allt það samköp. Það er líka að fara inn á Þetta er stór plön hjá tvö félög. Já, Skel sem að
sem að Ásgeir hérna Reyndal og hérna Jón Ásgeir, þeir eru svona... Það eru 2 Ásgeirar hann. Já, þetta eru menn hérna, stórhuga menn og menn sem að eru hérna... Já, mér finnst þetta bara að vera athyglisvert að þeir eru að setja bæði þessi félög innan gæsalappa dótturfélög. Já, mér finnst að þróunin á styrka sem hefur verið athyglisverð. Þetta er félag sem er komið upp í 3,6 milljarða í EBITDA eða áætluðu þessu ári. Já, er það svo mikið? Já, þannig að þetta er orðið talsvert mikið félag, betið á 30 milljarða í hérna síðustu viðskiptum. Já, ok, og Drangar eru held ég metnir á sko kringum 27-30 milljarða eða við hlutabréfa viðskiptin sem útbóði sem var þarna núna síðustu haust. Við þurfum að taka umræðu einhvern tíðan þessi eignarlandsfélag. Við fáum Ásgeir. Hann ætlar að koma til okkar. Hann kemur til okkar í byrjun febrúar eftir að uppgjöru liggur fyrir og við getum rætt á við hann það hvernig hann hugsa þetta, hvernig skel hefur verið byggt upp og skel að verða bara einhvers konar eignarhaldsfélag. Já, augljóslega. Ég meina eins og Stoðir og fleiri. En svona hvað Já, það hérna, að byggja upp félög, það augljóslega og reyna að fleita þeim inn í kauphöllina og endur skipuleggja, þetta hérna, ég segi nú ekki vogunarsjóður, en þetta er félag sem mjög virk í eignastýringu. Já, og á meðal annars stærsti hluthafinn í Sín, taktu þetta því, með 10%. Já, við höfum ekki enn séð neitt handbragð þeirra á Sín. Við höfum ekki séð það. Það er svolítið sérstætt, Siggi, þú nefnir þetta. Að við vorum búin að spá því að handbragð Jóns Ásgeirs og það að fara inn með 10% hlut, að það myndi verða til þess að við myndum sjá breytingar. Við erum alltaf búin að sjá það fréttir eru farnar út klukkan 12 sko. En að öðru leyti erum við ekki farnar að sjá, Siggi, við erum ekki farnar að sjá slíkar breytingar sem að allir eiga vona og það er svolítið athyglisvert að það var könnun í viðskiptablaðinu svo ég var og það er gert ráð fyrir því að hluturinn í Sín muni lækka jafnvel á þessu ári. Já, ég held að Sín sé bara verulega áskorun fyrir hérna eigendur félagsins og stjórnendur að við höfum auðvitað rætt þetta mjög mikið hérna og við höfum verið að tala og verið að bera félagi saman náttúrulega við önnur fjarskiptafélög sem hefur ekki verið góður samanburður fyrir Sín og félagi svona eins og það sé ekki enn og þess vegna höfum við velt þessu fyrir okkur að eigendurnir stígi meira inn og við sjáum hvað út úr drastíska breytingar. Það að leggja niður fréttir helgar ekki drastíska breytingar. Nei. Kannski það upphafið okkur meira, að leggja fréttastofuna niður, fréttastofu sjónvarps. Já, Ísir verður aldrei, hann verður alltaf. Það verður alltaf rosalega umræða þegar það fer að staði meðal fjölmiðlamanna og það er kannski meira meðal fjölmiðlamanna en fjárfesta. Ég held að þetta er stærra mál fyrir þá heldur en fjárfesta. Já. Er hérna, nú ringir síminn hjá þér, Jón? Já, og það er ekkit annað, það er Kristófer sjálfur sem er að ringja hérna í mig. Erum við ekki... Við bara í restina við hérna fáum Heiðar Guðjónsson í næsta þátt. Já, líka. Ok. Takk fyrir í dag. Já. Velkomin í hluthafaspjallið aftur til okkar. Hingað komin góðu gestur. Kristófer Oliversson, eigandi Center hótelinni Reykjavík, sem er stór hótelkeðja. Og hvað, það ekki 10 hótel bara í miðbænum? 9 hótel og ef ég fer að leiðrétta þá er best að segja konan á þetta með mér sko. Heyrðu að sjálfsögðu? Svanfríður Jónsdóttir. Við skulum ekki gera lítið úr því. Það er nefnilega hluta þessu þegar erum við að tala um það að þess og þessi eigi, að konur séu áhrifalausar sko, eigi ekkert. Það hefur oft verið talað um það sko í svona í fjármálaheiminum. En auðvitað eru allar fjárfestingar ákvarðanir teknar auðvitað heima við eldhúsborðið það sem að kona... Þetta hefur verið fjölskyldu fyrirtæki og ekki böndin ykkar verið með líka? Þau hafa unnið með okkur, já. Þannig að þetta er fjölskyldu fyrirtæki alveg í grunni. Hvað segir þú þetta? Er hótelgeirinn, þú þekkir hann manna best, þú varst nú formaður þarna tíma allavega. Hvernig er staðan núna í þessu svona, eins og þetta lítur út núna? Jú, hún er, sko, það er náttúrulega alltaf í þessum bransa búið að vera í gegnum áratugina, þetta er nú komin hátt í 30 ár, yfir 30 ár sem er búin að bætist alltaf við eitt á hverju ári. Já. Og hérna, þetta við gengið upp ofan. Er staðan almennt góð, finnst þér svona, eru ferðamenn að streyma til landsins og eru full bóka eða nýtingin góð?
Já, sko, það svona smá, hvað ég var að segja, áskoranir núna. Það hefur dregið úr núna. Það er ekki, það hefur dregið úr sérstaklega vetrartrafíkinni. Já. Sem að hefur verið með, eða svona, það er meiri harðari samkeppni á veturna, heldur það verið hefur. Og fækkar frá ýmsum mikilvægum löndum. Flug að draga saman og svo framvegis, þannig að það er svona í þingri kantinum mjög víða núna yfir vetrartíman, sko. Og sumari lítur vel út og fyrra sumar var gott, sko. Árið 23 var fínt. Er komið einhver uppgjör á Center Hotelin svona fyrir síðasta ár? Er þetta ekki réttum megin við strikið? Já, það er... Við erum náttúrulega með rekstrarfélag og svo erum við mikið af fasteignum. Já, þið erum með það í sikkoru félaginu. Við erum með það í sikkoru félaginu, sko, en ef við tökum rekstrarfélagi þá er ágætt svona til að skilja þennan bransa, sko. Árið 23 var bara nokkuð gott, eftir COVID og svona, bransina rétt úr sér. Já. Við vorum með eitthvað 350 milljón króna hagnað þá. Já. Árið 24 var gistináttaskatturinn lagður á aftur og hækkaður á hótelin. Já. Og það voru svona hátt í 200 miljónir hjá okkur og það eiginlega bara fór út úr hagnaðinum. Skatturinn kom bara og hirti helmingin af og það gerðist í bransanum. Þið sáu þetta bara með skýrum hætti. Og þetta var alveg fyrir séð, þá búið að benda á þetta. Þetta er helmingurinn af framleiðinni úr þessum bransa sem að fór þarna. Og svo hefur við erum ekki búin að gera upp árið 2025 en það verður við höfum þakka fyrir að ná núllinu þar í rekstrinum, sko. Þannig að það nú er árið 26, verður vantilega hagræðingar ár og sparnaðar. Já. Ef við stoppum kannski við þetta sem út að nefna, sko, ferðaþjónusta vaxi gríðarlega hér á landi síðustu 10-15 ár og það sést meðal annars í gegnum ykkar starfsemi, þið eru svolítið svona sýni hvernig þetta hefur vaxið. Hvað eru mestu áskoranirnar? Er það að afla viðskiptavina, að kynna Íslands ferðamannaland, byggja upp þjónustu sem er góð og ásættaleg fyrir ferðamenn, eða er það einfallega að bíða eftir og sjá hvað stjórnvöld skamt ykkur í breyttu rekstrarum hverju sinni? Já, það má náttúrulega segja, sko, aðkoma stjórnvalda er náttúrulega gríðarlega stórt mál, því að það hefur verið núna bara í gegnum áratugina, sko, það hefur verið, vaskurinn hefur verið tvöfaldað, það hefur tekið tilbaka og þetta hefur gerst ítrekkat, gistináttaskattur lagður á, hækkaður og það er alltaf svo lítil fyrirsjáanleik í þessum slag eins og menn svo sem kannast við bara úr umræðinni og alltaf er þetta ákveðið á síðustu dögum þingsins og síðan gerist þetta áramót, kannski 2-3 vikum seinna, sko. Þannig að þið eru alltaf svolítið upphafi hvers árs að bara átt ykkur á nýrri stöðu. Já, í raun og veru, sko, vitum við það kannski rétt fyrir jól, að við þurfum að vera með mannskap á vakt alltaf fullu áramótin til þess að breyta öllum sko, reikningum og gjöldum og kerfinu og breyta kerfinu, því að það er alveg stór mál. Mörg kerfi og þjónustu ellendis og svo framvegis, sko. Þannig að þetta er svona hlutur sem kannski fer ekki mikið upp á yfirborðið í þessu en helstu áskoranirnar eru náttúrulega bara að, sko, við erum nú þarna hótelreikendur með okkar félag, sko, og þar leggjum við áherslu á fyrst og fremst á heilbrigt rekstrarumhverfi og langtíma hugsun í bransanum, af því að, sko, þessi fasteigna bransi, það er svo mikla langtíma hugsun og hann er náttúrulega sírópið í þessu. Það kemur COVID og lán hækka milljarða kannski á eins og hótelkeið eins og okkar og svo þarf að þjónusta það fresta skattar og það þarf að greiða þá seinna og fasteignagjöld og svo framvegis, sko. Þannig að það má segja að við erum svona rétt að ná okkur upp. Já, núna bara í lok ásins eða í byrjun ásins 2026 að þá svona séu leifarnar af COVID uppgjörunu að birtast. Já, sumt til lengri tíma en við erum að klára að greiða upp skatta og svona sem við fengum að fresta, við klárum það þess ári. Herðu sírópið, sagður, en það eru þá fasteignanar. Það eru fasteignanar. Nýju til hjón, til 9 stórglæsilega byggingar í miðbæ Reykjavíkur. Já, við eigum 8-10% rúma af þessum fasteignum sem við erum með. Sem hótelinu starra eftir. Já, hitt er eiginlega svona mistök sem ég gerði
að ég held ég geti keypt það sem ég tók á leigu. Þú helst að það væri ykkur afleiðu samningur og geti gert framtíð, En hvað okkur leggur áherslu á það að vera bara í miðborgi, þetta heitir Center, þú ert í miðbænum, hvers vegna? Þú ferð ekki út fyrir 11 Ég alveg til í það ef að koma góð tækifæri, en þetta náttúrulega bara kannski, hvað ég að segja, þetta fjölskyldu fyrirtæki, það bara mjólkubuddan sem til vara ef illa gengur. Og þannig að við þurfum að fara mjög varlega í að það var engin vand að hleypa fullt af lífeyrissjóðum inn í fyrirtæki eða einhverjum aðilum og stækka, þannig að við höfum bara tekið þessu rólega og fram til þessa hefur öruggasta svæði verið miðborgin. Og nú það að þróast náttúrulega, Guði sé lof, hvað þessi bransi hefur þróað landsbyggðina mikið og haft mikil áhrif, ekki bara hótelbransin, heldur ferðaþjónustan í heild. Við sjáum bara hvernig Suðurland hefur bara fáum árum orðið bara mjög heitt svæði og bara alveg frábært ferðamannarsvæði. Og nú svo smitast þetta smá saman lengur og lengra og kannski ekki sama mæli á Vesturland og Norðurland en það eru sjáum til hvernig tekst að byggja upp áfangastaði, það Vesturlandi, Snæfellsnes. Þú nú að Vesturlandi, þér ekki dótt í huga að fara í heima bæinn gamla og setja upp hótel þar? Já, svo sannarlega, Það skal stutt bara hreinlega þá. Ég get ekki ég vera viss það að gestirnir séu til. Já, séu tilbúin til þess að fara. Það áskorun. Já, förum ég það. Telja erlendir gestir eingöngu mest í Reykjavík? Já, það hefur verið besta nýtingin alltaf árið í heild ef þú horfur á Reykjavík. En nú Suðurland komið bara langleiðina upp í hliðina. Það leiðin bara til Hornafjarðar, er það ekki? Er það ekki bara öll hótel þar fyrir að blómstra á veturnar, eða ekki? Maður getur nú ekki alveg talað fyrir aðra, en það er verið að byggjast alveg upp glæsileg hótel þarna, síðast þarna hjá Skúla í Söpvei. Hvað dæmi gerði ferðamaður? Hann kemur til, hann gistir í Reykjavík, en hvað fer einn dag að Jökulsárlóni og aftur tilbaka, er það eitthvað norm í þessu? Já, menn þá gista menn nú yfirleitt, það var hérna og hefur verið stundum 7 daga gistingar, þá gistu menn í Reykjavík og fóru hingað og þangað. Bara dagferðir frá Reykjavík? Já, dagferðir frá Reykjavík, en svo núna komin upp svo fín uppbygging eins og Suðurland og víðar. Fór sér náttúrulega og þá fer fólk bara gisti kannski 2 nætur í Reykjavík og fer svo áfram og kemur svo tilbaka og svo framvegis. Þannig að eftir því sem að keðjan austur er glæsilegri, þá dvelur það minna í færri nætur í Reykjavík. Já, ég hugsa þróunin sé í þá átt að nú hefur til dæmis gistingi verið heldur lengri að jafnaði í Reykjavík heldur út á landi. Það er oft 1 nætur gisting á hótelin þar sem er miklu dýrara í rekstralega heldur en að vera með lengri gistingu. Svo er náttúrulega öruggara að eiga fasteign í Reykjavík heldur en eitthvað stöld á landi. Já, og svo er líka þetta stýrist náttúrulega líka mikið af vilja bankana til að lána út á land og í Reykjavík. Það er ég man einhvern tíman kom nú hérna, hann hættur núna Davíð Björnsson. Hann var hjá Landsbankanum, hann fjallaði mikið hann var alveg sérfræðingur í hótelrekstri og hann sagði þá, þetta var það leið fyrir mörgum árum, við vorum að opna upp á Hlemmi, þá minnum hann hafi sagt að við erum tilbúinir að lána svona cirka 25 milljónir í Kvosinni á herbergi, getum 20 milljónir upp á Hlemmi og 10 milljónir út á landi og þetta mjög einfalt. Þar með erum við búin að sjá hvernig bankanir hugsa þetta. Kannski er ég einfald aðeins það sem að sagði þetta kristallar þetta vel. En þið þekki það náttúrulega, það kostar ekkert minna byggja út á landi endilega og hvað þýðir það? Ef 25 milljónir herbergið, þá þarftu 15 milljónir eigi fyrir þar en minna eigi fyrir hitt. Hver er kúltúrun í kringum Center Hotel? Hvernig er þessi hótel öðruvísi heldur en önnur hótel? Við höfum... Er kannski engin strategi í því hjá þér? Jú, við erum með við erum með okkar markkópa og okkar slagur er stay like a local og við erum leggjum alveg rosalega mikið upp úr persónulegum samskiptum
og góðu móttökum á gestu, góðri móttöku eins og allir gera og veitingastæðar allstaðar hjá þér á þessum hótelum á mörgum, já, eiginlega fleirum heldur en ég vil sko. Nú, já. En við höfum verið að leikta þetta út frá okkur veitingastæðina en til svona það hefur ekki gengið nógu vel sko, þannig að við rekum þetta allt sjálf núna sko. Alla veitingastæðina? Ertu þá að reka Jörgensen til dæmis við Hlemm? Já, við erum búin að reka hann allan tíman sko. Ég fer þangað stundum og það er bara, þetta eru svakalega framkvæmdir á Hlemmi. Hvernig hafa þessar framkvæmdir í Reykjavík, gatnagerð, hvernig hefur það haft ykkur áhrif á þínu mati á hótelreksturinn? Já, sko, við vorum að tala langtíma hugsun á þann, sko. Við hugsun til svo langstíma. Já. Við verðum voðalega glöð þegar að fara að framkvæma. Já. Og vegna þess að það klárast fyrir rest einhvern tímann þó ætti kannski stundum ganga hægar en það sem að stefni í að Hlemmur verður alveg óskaplega fallegur og skemmtilegur það hjálpar þetta ykkur þá þegar það er búið að setja 2-3 milljarða held í borgin í þetta torg sko, já, og við náttúrulega finnum fyrir því núna sko bæði þeirra framkvæmdir í gangi og þarna var fullt af bílastæðum sem að fóru og munu fara varanlega sko en við erum með slatta bílastæðum þarna fyrir ofan hóteli sem við eigum þannig allt hefur þetta áhrif neikvæð áhrif núna til að byrja með en það er mjög bara fín trafík þarna. Hvers vegna koma ferðamenn til Íslands? Þetta er nú svona klassísk spurning, það er auðvitað náttúran og jöklarnir og allt þetta en hvernig upplifur þú það? Já, það er fyrst og fremst náttúran sko. Mér fannst það var einhvern gaman slagur hjá Reykjavíkurborg Next Stop to Nature mér fannst það vera eitt af besta slagurinn sem við höfum verið með því að vegna þess að þú getur búið í Reykjavík og svo getur þú farið upp á jökul á daginn eða Snæfellsjökul eða þess vegna Mýrdalsjökul og ferðast náttúruna og komið svo að kvöldi þannig að svona, góða dagsferð sem að gefur þið tilefnið svo til að vellauna þið með góðri máltíð kvöldið ef þið hugsið þetta bara út heim það er óvíða sem að er svona glæsilegt kombo, ef svo má segja stutt út í náttúrulega þannig að ég held að það og svo hefur Reykjavík náttúrulega er ákvæðlega sjarmerandi svona þegar hún upp á sitt besta sko það er hún er bara hún er bara vinsæl sem sko borg sko matargerð og skemmtanalíf og hvað bara, er það ekki falleg borg svona að gangum? Sumt hefur hefnast alveg ágætlega og það er nú alveg að hrósa ykkur fyrir það vegna þess að þið eru náttúrulega í miðborginni og þið hafið tekið oft eldri byggingar og umbreytt þeim og gert sko fært inn nýtt notagildi í hús sem að kannski voru kannski þannig að þið hafa verið mikil þáttakandi í sko breytingunum á miðborginni sem að hafa átt sér stað hvað maður segja síðustu 15-20 ár Já, sko ég veit ekki þið náttúrulega, við munum allir sko seinni hluta síðustu aldar þegar öll fyrirtækin voru meira og minna að fara úr borginni þessi gömlu fyrirtæki tryggingafélög Eimskip eða svona aðalstöðarna voru úr miðborginni það var alltaf flytjast í burt úr miðborgin og miðborgin var eiginlega alveg steindauð og tóm og það var alveg hræðilegt svona upp úr menntaskólaárunum og háskólaárunum og svona þá var ekki mikið líf í miðborginni sko. Við byrjuðum þarna 94 enda með gisti heimili og fórum svo opnum fyrsta hótel 98 þarna lögum við 16 og svo 2000 og svo kolli 2006 og 7 og 8 og smá saman hefur sko ferðaþjónustan kveikt lífi í miðborginu upp á nýtt og svo koma náttúrulega allir þessi veitingastæðir og heimsmæli alveg glæsilegir sko og það náttúrulega höfum við ekki bara í Reykjavík heldur út allt land víða í hótelunum því að það er náttúrulega alveg ótrúleg uppbygging sem hefur orðið ef að menn horfa bara í Mývatnssveitinni, Suðurlandið og út allt gistimöguleikar hafa breyst og afþreyinga sömuleiti líka og þetta að því ég nú gamall byggðastofnunarmaður það var nú svona fyrsta jobbið eftir háskóla voru við ekki á sama tíma þetta við Rauðarárstíginn ég vann hjá Þjóðhagsstofnun sko 78 til 80 þá var sko áætlanadeildin þarna uppi Bjarni Bragi Jónsson var þarna og Sigurður Guðmundsson landfræðingur
og þessum tíma líka. Sigurður var minn yfirmaður þarna, sko. Ég var þarna fyrst sumarmaður held ég 81. Já, ok, ég aðeins undan. Þá var Sverrir Hermannsson kommissar. Tómas Árnason sem var kommissar. Já. Kommissar, það gott og hann hérna frá Akureyri bæjarstjórinn gamli þar Bjarni frábær maður já, þetta var skemmtilegur en hvað segir við, þetta var út þetta er svona nei, en ég segi sko þá horfum maður kannski á þetta út frá því ef maður horfir á þetta sem byggðamál að því að nú hefur náttúrulega verið þekki allir, það hefur verið sko samdráttur í landbúnaði eða fækkun starfa í landbúnaði það hefur verið samþjöppun í sjávarútvegi eðlilega, teknivæðing og svo framvegis og þá hefur ferðaþjónustan komin í staðinn og þetta er kannski svo mesta byggðafesta sem hefur verið, sko, hefur í raun og verið breytt mjög miklu svo víða út á landi sko. Alveg samanlega það er bara vilt þessu það er svo mikilvægt að þróa þessa atvinnugrein áfram með það í huga sko bændur eru ekki bara bændur lengur eru þeir með gistingu yfirleitt og eða vinna þá einhver stað á hótelinn í kauptúninu sem er hafa byggt upp eigin hótelrekstur en segðu mér eitt sko hérna svona ef við aðeins lítum á umhverfi greinar sko við höfum stundum talað að lengi vel það var talað að það var tvett sem var mikilvægt til að efla ferðaþjónustunum, það var heilsársferðaþjónusta til að bæta þá nýtinguna á ársgrundvelli og síðan jafnvel að fá sko verðmætari ferðamenn eða dýrari ferðamenn eða hvernig maður orða, ég held að reyndar það kemur nú kannski fáið til Ísland sem eru beinlínis blanki, landið er nú bara eðlimáli samkvæmt frekar dýrt, en þá til dæmis stundum verið nefnt hérna ráðstefnu ferðaþjónustuna eða eitthvað í kringum það, hvernig finnst þér að hafa tekist að byggja þetta upp ef við horfum á þessa þætti að því þú ert nú í miðbænum og ráðstefnu ferðamennus þjónusta myndur nú alltaf verða svolítið miðbæjar dæmi Harpan áttu náttúrulega að leysa það ég gerði það lengi eftir að Harpan opnaði sko þá þakkaði ég skattborgunum fyrir að hafa tekið þetta skref að klára Hörpuna því að þetta var þarna á Brókei skútufélagið okkar og við vorum uppsátur á skútunum þar sem hérna salinir eru núna og á tímabili voru menn að velta fyrir sér er hægt að fara þegar eftir hrunið sko þetta stoppaði allt sem við vildum bara er hægt að fara að geima skútur þarna sem við vildum bara loka hólunni en þetta var klárað sem betur það sér engi maður eftir því núna sko og þannig að þetta er svona ráðstefnu höllin okkar í miðborginni og ég er náttúrulega með hótel hann í miðborginni. Hótel bara beint á móti. Það er beint á móti, að fara yfir gangstéttina. Já. Þú ert með Seðlabankann sem næstan ángrein líka. Já, það er ekki ónýtt maður. Nei, við keyptum það svona dæmi, sko, við keyptum. Var þetta ekki gamla fiskifélagið þetta einhvern tíma? Jú, við keyptum þetta, það 2005. Það var eiginlega, ég segi nú kannski ekki alveg daginn eftir að var ákveðið að Harpan er sett niður þarna. Já, okay. Og þá sáum við þarna tækifæri og keyptum fiskifélagshúsið og byggðum svo 5 hæðir ofan á það. Alveg rétt. Og þá hugsa ég, við fáum svona verið í friði svona 3-4 ár sko með þetta áður en að hérna 5-stjörnu hóteli kemur sko, en svo þegar það kemur þá gista fína fólki þar en allir hinir pöpullin hérna hjá okkur sem að fylgir alltaf. Já, þeir sem borga sína reikninga sjálf. Þeir sem borga sína reikninga. Hinir sem er á vegum. En síðan liðu sko 15 ár og svo Edison eða hitt hóteli kom aldrei, þannig að við fengum miklu lengri og betri tíma kannski heldur en höfum reiknað með. Þannig en það er bílastæða vandamál, eru margir á bílum sem gista hjá þér? Já, það er orðið bara alveg helmingurinn að ferðamönnum. Hvernig lítur það þá? Hvað ertu með bílastæði þá við öllin? Nei, við erum ekki með, sko það er náttúrulega bílastæði kjallarinn þarna undir Hörpunni og það eru bílastæði hús víða og kannski það jákvæða svolítið er að ferðamaðurinn er svolítið á öðru róli sko, þeir eru flesti farnir út klukkan 9 á morgnana. Já, koma heim á kvöldin 5-6 á kvöldin eitthvað svolítið sko. Þannig að þá dreifast þeir svolítið út hverfin, en þetta er óneitanlega. Þetta er svolítið vandamál náttúrulega. Alveg efni heilan þátt, bílastæðamálin sko, í Reykjavík. En hérna umferðarmiðstöðin, PSI, hvernig maður bara horfur að það, mér finnst þetta að vera svo hallærislegt sko.
fólk að koma þarna, þetta svo rörlegt hús, þarna hefur hólóttur vegur, minnst að bílaplanin hefur ekki verið sko malbyggað og fólk með ferðartöskur ykkur staðar að fara og hvað finnst þér umferðarmiðstöðuna? Terminal 1 á Íslandi. Já, þú ert að koma til Reykjavík. Já, það sko sem betur fyrir að gestunum skuttlaði yfirleitt beint á hótelin, svona nokkurn veginn, sko. Þannig, úr Keflavík? Já, það er margar. Ertu með þín eigin skuttlur þá? Nei, ekki ennþá, en hver veit, það er alltaf verið að þrengja að okkur og fækka söfnunarstöðunum, sko, og ít okkur lengra í burtu. En auðvitað er hvort þú nefnir hérna BSI flugstöðina í Reykjavík, sko, þetta er náttúrulega bara hrörlegar byggingar þetta skammar bara miðað við hvað margt glæsilegt. Já, ég held að hvað ég að segja, hóteluppbyggingin, veitingahúsuppbyggingin og allt þetta mjög glæsilegt og allt á heimsmæli hvar að meira og minna, sko. Þannig það sem einkaframtaki sér það er allt í lagi, en svo kemur það sem ríkið á að sjá og það getur aldrei tekið ákvarðanir, náttúrulega búum við endalaus óvissu með flugvöllin og annað slíkt, en þessi mannvirki, eins og Jón nú að nefna, þau skipta auðvitað svolítið máli fyrir svona ásjónun og skilvirkni í kringum þessi ferli, sko, þannig að þetta nú kannski væri bara farsælast að ferðaþjónustan tæki yfir rekstur á þessum mannvirkjum með einum öðrum hætti. Já, það skildi þó ekki vera, þetta væri munurinn á einkaframtakinu og opinbera framtakinu. Ástandið á þessum byggingum. Það þýðir ekkit að sko fyrir neytendur að kvarta yfir því sem ríki gerir, það er ekki til að hlusta. Hvaða hótel yfirleitt fullbóka hjá þér? Þú keiftir nú, það vakti athygli á sínum tíma í COVID held ég, þá var ekki COVID sem þú keiftir, sko, þá opnaði þannig í Héðinshúsinu. Það var alveg, mennsöðu bara, Kristófer Oliversson, hann alveg bara gengin á göflunum, hann að fjárfesta og opna hótel þegar allt í látiðum? Já, við náttúrulega byrjuðum á því löngu fyrr, sko. Já, takk ákvörðun eins og þú segir. Já. Og svo ætluðum við að opna það í apríl, þarna 2000. Já, nei, í COVID, sko, þarna á Grandanum. En COVID kom í mars og þannig að við vorum að þæfa það í hátt á annað ár, sko. Hefur þetta ekki gengið ágætt á þarna? Jú, við vorum einmitt að fá endumat núna á hérna fasteignamatinu, 8-10 milljónir er fasteignagjöldin fyrir sem voru þau sem að sko frá því að þetta var lítilsvirði og þar eru að stækka 30 herbergi byggja ofan á norðurenda opnum það á næstu vikum. Þú er komið með þarna mikið, það eru hvað heitir þetta þessi byggð þarna sem að það er mikil íbúðabyggð sem hefur risið sko fyrir fram að gamla Héðinshúsið og snýra sem að heitir Héðinsreiturinn en markarsmenn kalluðu það Vesturvin. Vesturvin, ég var að leita því orði. Vesturvin. Það er mikil byggð. Er útsýnið þá bara ekki neitt hjá þeir lengur frá þessu hótel? Það fór útsýnið, besta útsýnið. Það er fallegt útsýnið við bæinn en þarna byggðum en ótrúlega hátt fyrir. Var gert ráð fyrir þessu þegar þú varst að byggja? Já, ég vissi þetta þann tíma. En það er nú menn horfa þá bara inn í garðinn. Það gerir það víða þegar maður ferðast ellendis þá horfum maður inn í garðinn. Við erum búin að gera hann mjög fallegan með listaverkum En hvernig hérna svona kannski ef við förum svona ljúka þessu hérna svona þróun á ferðaþjónustu, nú er að koma 2,3 milljónum ferðamanna til landsins. Hvernig sérðu fyrir þér sko mun halda áfram að fjölga? Hver er svona framtíðarsýn þín þegar þú horfir á svona ferðaþjónustuna í heild sinni? Sko, þú komst inn á þarna í upphafi þessa megin grunninn í okkar stefnumótun alveg frá síðustu öld. Það var að dreifa ferðamönnum yfir landið og dreifa þeim yfir árið. Það sem ég hef áhyggjur af og við hótelreikendur að aðgerðir stjórnvalda hafa verið fyrst og fremst sko að veita aðilum sem að koma bara inn á sumrin gríðarlegan skattaafslátt og þar með stjórnar náttúrulega þróuninni og eykur álagið yfir sumatíman í staðin fyrir að sko það er eins og hótelin
það er bara svona einfalt dæmi, við erum að selja herbergin kannski segjum frá 30 til 60 skall, þriðja hver króna fer í skatta og skildur sem við erum að borga til ríkisins, þannig að það er á bílinu 10 til 20.000 krónur per nótt með þetta verðbíl sem fer í skatta og skildur. Það er mjög há fjárhæð. Það er gríðarlega há fjárhæð. Það er maður bara staldra við þess að þriðja hver króna fari í skatta. En það er svo merkilegt að þetta eru 200 milljarðar kannski í heildina sem er ferðaþjónustan að skila í skatt og skildur. Og ef við segjum að 50 milljarðar séu hérna, það er fjórðungur sem fer til sveitarfélagana í gegnum þennan bransa og hérna, en hvað gerir sko, það er hækkaður á okkur gistináttaskattur til dæmis núna fyrir, og þá var hann lækkaður á þessu svokölluðu leiðangurskip og sett á innviðagjald á risaskipin og úr þessu varð mikið, sveitarfélögin fóru alveg upp á afturfæturna sko, hafnarstjórar og allir út af þessum breytingum á innviðagjaldum á skip sem eru hverfandi sko, þau eru að borga svona bílun 1.20 til 1.30 í skatt og skildur meðan við okkur en þeir hafa sveitarstjórnarstigið algjörlega með sér en við sem að komum með, ef að tekst að byggja hótel í einhverju byggðarlagi þá er þetta bara eins og að fá togara sem að er að landa allt árið en það heyrðist ekki púst í einum einasta stjórnmálamanni eða sveitarstjórnamanni þegar það var hækkaður á okkur skatturinn og þannig að það er eins og fólk bara hefur ekki þennan grundvallan skilning á þessum bransa, þessi mikilvæga langtíma hugsun og þessi sjálfbærnir sem við þurfum að hugsa alltaf, við ætlum að byggja upp allt árið það er engin áhuga á hótelrekandunum sem að streða sko 12 mánuð árið og að halda opna á veturna og svo framvegir sko en svo kemur erlent skipafélag skráð á aflandsegjum og hvað gerir Reykjavík? Það er verið að tvöfalda viðlegubakka núna, það er verið að byggja ráðstefnumiðstöð eða miðstöð fyrir þessi skip sem að starfa sér. Hvað verður það í Holtagötu? Það er verið að leita eftir nafni núna sko. Ég sé að það eru miklu veislusali sem er búið að leigja út sem að farið að selja sem ársáttíða veislusali og annað er alltaf að búa til samkeppni. Bæði skattleikur og fyrir svo í samkeppni. Og hérna þannig að sko og þetta er það sem að yfirvöld styðja við. Við styðja við Airbnb sem að kemur inn, hefur við 90 daga ári og kemur inn yfir sumarið. Hvernig styðja þér við Airbnb, segir þú? Með skattleysi. Fyrstu 90 dagar eru skatt. Þeir borga ekki gistináttaskatt, ekki virðisaukaskatt og yfirleitt ekki þessa skatta sem við erum að borga. En hvað er mikil samkeppni frá Airbnb, svona cirka? Er þetta 4.000-5.000 íbúðir þá? Þetta eru sko það eru 5.500 herbergi í Reykjavík. Í Airbnb? Nei, í hótelum. Á sömurinn eru yfir 8.000 í Airbnb. Yfir 8.000? Herbergi í Airbnb á sömurinn? Já, og svo er algengt að það séu skipið höfnum cirka, það þarf ekki mörg skip. Nei. Þá ef það eru 12.000 manns í bænum sem að koma frá skipunum, þetta hefur nú verið upp í hver 16.000 á hæstu dögum. 12.000 manns, það eru 6.000 herbergi. Þannig að það eru 5.500 í hótelunum, 6.000 í skipunum og 8.000 í Airbnb. Þetta er svona júlídagur í Reykjavík. Þetta er júlídagur í Reykjavík. Og það eru þið sem borgir skattana. Borgir skattana. Allur áhugi stjórnvalda virðist vera á... Þetta virkar mjög sanngjarnt kerfi. Heyrðu, kannski hérna, en ég greip nú inn í, en lítur árið ágætlega út. En það sem ég er að segja, þetta er skammtíma hugsun og þetta er ekki sjálfbærni. Við erum alltaf að hugsa langtíma hugsa sjálfbærni sko. En er þetta ekki svolítið vandil sko það þetta, hvað maður að segja, helst vill maður nú að það sé svona sjálfvirkni í því að segja að gestinni koma og þeir fáið þjónustan er byggð og hún fær gestina, að stjórnvöld séu kannski ekkit endil alltaf með puttana í sko stefnumótun og framþróun í þessu, en sumt þarf kannski að gera eigi að síður. Sko, hvað ætlum við okkur með ferðaþjónustu? Er það alltaf með svona uppákomur þar sem að þið þurfum bara að eyða
líða áramótunum og jólum og áramótum í að uppfæra bókhaldskerfin og hvernig þið reikni út skatta og skildu upp á nýtt, eða eitthvað stefnumótun í gangi? Já, sko, það var nefnilega mjög góð stefnumótun unnin hjá tímum síðustu ríkisstjórnar og Lilja Dögg ferðamálaráðherra má eiga heiðurskilin fyrir að það kláraðist og það var samþykkt sem þingsályktana til að þetta var eitt af síðustu verkum síðustu ríkisstjórnar og það var samþykkt á öllum þingmönnum þannig að mótatkvæða laust og það voru þarna nokkur atriði sko, sem voru líkilatriði þessu það var að leggja innviðagjöld eða á skemmtiferðaskipin það var að endurskoða gistináttaskattinn með það að jafna samkeppnisaðstöðu og það var að taka á Airbnb og það var að fara í álagsstýringu á fjölsóttum ferðamannastöðum. Þetta var svona mínu mati þau atriði sem skipti mestu máli úr þessari stefnumótun sko. Og við bara vonum ennþá að stjórnvöld það liði ár síðan. Já, það liði ár síðan og það fyrst að það voru sett þarna svolítið gjöld á risaskipin en í umræðinu var þess alltaf ruggla saman sko. Það var lækkuð gjöldin á þessi litlu skip sem að fara hringinn í gegnum landið. Þau fóru 1000 kall á nótt gistináttaskattur í 800 og ekkert annað. En svo var hækkað á risaskipin sem eru fleiri þúsund manns og nú eru þeir búin að lækka þetta. Aftur þá? Já, þeir lækkuð það núna aftur sko. Á risaskipin? Út af kvörtunum. Já, það er svo að segja, sveitarstjórnarmennirnir. Já, það stenst engin sko, þetta eru 3 skipafélög sem eiga þennan business í öllum heiminum, svona 70% af businessnum. Hvað er það, er ekki norðmennirnir þar? Já, þeir eru hlut, en þetta er allt saman skráð. Þetta er allt skráð í aflandslöndum sko. Já, það er svona. Svo eignarhaldi sé annars. Já, það er skráningin þar. En þetta eru 3 félög sem að stýra heiminum í þessum efnum sko og nú eru norðurslóði næsti áfangastaður. Já. Og við þurfum ekki að gefa afslátt. Þetta er svo mikið minnumáttakent hjá okkur að við þurfum alltaf að vera að gefa afslátt til þess að fá hérna aðila hingað sko. Við erum ekki mikið bóku 27 Nei. En það voru teknar alltaf bókanir í skemmtiferðarskipin 27 að þetta væri bara hrun framundan. Þannig er búið að kynna þetta? Já, hérna. Heyrðu, en kannski aðeins svona, við erum auðvitað... Við þurfum að fara að hleypa honum út til að vinna við. Já, það er skattadagurinn, það var ekki skattadagur í gær. Miðja ári sem að skatta þegar... Já, í júni, heyrðu bara örstutum þig sjálfan og þína konu, þið hérna... Hvað, þið byrjuðu í fyrst keiftu þarna á Flókagötunni var? Nei, hvar keiftu? Já, jú, það var gistihús, við Snorrabraut á hotninu þarna. Hotninu á Snorrabraut og Flókagötu, jú. Þar byrjaði eventýrið. Hvernig gat það gerst að opinber starfsmaður hjá Byggðastofnun og konaðin er hjúkrunarfræðingur, skurðhjúkrunarfræðingur. Hvað kom til að þið allt í einu farið og kaupið gististað og eru núna já, við skulum segja með 9 stórglæsileg hótel í Reykjavík. Reynda þá var ég starfandi á PricewaterhouseCoopers þegar við fórum í þetta. Ég ætlaði ekki að... Fór það, já, var hjá Hagvangi eftir Byggðastofnun og var reyndar í sjávarútveginum þarna á milli líka. Þannig að og konan... Sjávarútveginum, hvað er þá? Ég var framkvæmdastjóri fyrir togarútgerð og frystihús á Skaganum, Haförnin hérna. Já, Haförnin. Sem að fór svo inn í HBO og síðan HBO inn í Granda. En hvað ævintýrið? Já, en það var eiginlega sko, þetta æxlega svona með lífið sko, við vorum svona að velta fyrir okkur, ég langaði mest að fá mig skip og kvóta, en það var voðalega erfitt að koma, það var eiginlega mjólkubötan réð ekki við það sko, og svo æxluðist málið nú þannig að pabbi gamli, hann fór á eftirlaun, seldi húsið sitt upp á Skaga og flutt inn á gistiheimili í bænum og var að leita sér íbúð. Já. Og bjóð þar smá tíma og það fór ágætlega hann þar og smá saman, það var gömul kona sem átti þetta, smá saman. Eftir þá talum núna gistiheimili sem hvernig það var, já. Og hún var að reyna að selja og bauð honum það til kaups sem hann hafði engan áhuga á og við fórum svona að horfa á það sko og nú það var úr að við bauðum í það, þarna vorið 94 og hún var ekki ánægð með það sem við buðum
og tók svo sumarið, svo syngdi hún með haustið 94 og sagði hún væri til í að selja á þessu verði sko. Já. Og þá var verið að leggja virðisaukaskatt á þennan bransa og svona og alltaf fara í núverandi horf. En hvað, og þið bara þannig að við ákvaðum að pabbi sagði okkur frá þessu og við ákvaðum að slá til og keyptum þetta og hann bjóð þarna. Þú kaupti bara gistiheimili yfir pappa. Já, fyrir pappa. Já, það má segja sko, já, svo keypti hann sér nú íbúðina en hann bjóð þarna. Þú ekki alltaf láta hann bara reka gistiheimili. Hann bjóð þarna og kom okkur svolítið að stað með því að vera þarna næturnar og svo leiðis, og svo bara þróaðist þetta eitt af öðru. Hvenær keyptuð þið á Laugavegi 16, segirðu? Er það ekki með hliðan að mála menningu? Jú, það var það ég sá að það var einhver maður hérna, Karl Steingrímsson, sem ég kannaðist ekki til. Í pelsinum? Já, sem að ég kom síðar að, hver var, og hann var að auglýsa þetta til sölu sko. Og í millitíðinu var ég að vinna stefnumótun sko fyrir Halldór Blöndal í ferðamálum. Já. Og var fyrir hann Hagváns, þá var ég við vorum með það verkefni fyrir Halldór og hafa mjög umfangsmikið verkefni og eiginlega fyrsta svona, hvað ég var að segja, alvöru stefnumótunum sem var unni. Já, í ferðarþjónustu. Skiluði því þarna 96 eitthvað svo leiðis, minnum mig. Ef þú lest þá var niðurstaðan sko, ef að svo spá sem gerður í þessu gengur eftir, þá mun verða skortur á hótelrými í miðborg Reykjavíkur innan tíðar og þannig að það var sá skortur sem þú sást þennan skort. Já, það var á þessum tíma sko, þá var Hótel Saga og Hótel Esja og þessi stóru hótel voru í jaðrinum sko, utan við miðborgina þetta mjög voru engin hótel í miðborginum og gamla Hótel Holt og Óðinsvér sko, þetta, þannig að Hótel Vík var einu sinni við það einmitt sko, flest þegar við erum í útlöndum þá viljum við vera í miðbænum. Já, einmitt. Það er hvað lífið er og annað, þannig að eftir því sem þú lengra frá miðbænum þá er það meiri ferðalög því allir enda einhvern veginn inn í miðbænum. Hello, konan hætti bara þá í húsinu? Já, konan hætti þarna og tók yfir það. Það er að fóra bráðamóttökunni yfir í? Já, fóra hún er svæfingar og gjörgæslu hjúkrunarfræðingur og hún fór í þetta og rak þetta frá degi til dags. Pabbi gamli sá þetta nóttinni, pabbi heitinn og hérna já, þetta svona byrjaði ævintýrið. Já, en svo sáum við fljótt að þetta var ekkit vit í þessu í raun og veru, þetta var þarna svona umhverju var svolítið, við vorum mjög streit sko, umhverju var svolítið svona svörstarfsemi og alla vega sko, sem að hefur eiginlega ekki verið í hótelrekstur. Ég hef aldrei verið varið við það að hótelrekstur, hann er rekinn bara upp á borðinu og bara eins og fyrirtæki hefur verið rekinn. Þannig að við fórum úr þessu, fyrst byrjuði með skjaldbreið, vorum með þetta með og Laugavegi 16 og svo keyptum við klöppina þarna á Klapparstíg 26 við hliðin á Canopy og erum með það ennþá og þá seldum við gistiheimili sko. Við Flókagötu er það ekki rekið ennþá, veistu það? Jú, það er rekið ennþá ég held að sé nú ekki mikil umsýðar ekki akkurat núna, ég veit ég kíkir nú alltaf þarna, ég keyri fram hjá þetta er bara gott ekki, við erum hérna já, svo er líka annað, varst ekki að koma úr siglingu þú átt skútu, er það þitt hobby og ykkar hjóna? Það er okkar hobby, já, það er alveg, keyptum okkur 98 mótilið af sænskri skútu. Það er togarinn sem alltaf er að kaupa. Nei, ég hafði gefn á togaranum og ég segi gefn sko, og þá fór ég bara í utankvótategundur sem er túristinn sko. Það er ekki búið að kvóta sér hvað sem verður. Já, hvað sem verður. Og ert það sigli hvað? Já, við förum alltaf við förum reyndar, þetta er lúksuslíf, við förum í hverju mánuði í 10 daga og færum skrifstofuna niður í bátinn en ekki, þetta er bara þessi sem sagt, þá erum við Miðjarðarhafinu sko. Við förum fyrst í mars og erum Hvað ertu í Greiklandi þá? Eða hvað geymur skútunum? Það er eiga sem heitir Kos. Það er gott að sigla. Það er bara gott að sigla. Ertu við tölvuna þá bara í skútunni? Eftir þörfum svona, já, það er hægt að gera margt í símanum og svo gleymum því ekki sko að þetta er svo einstakt fólk sem að við höfum verið að reka þetta með okkur og fyrir okkur
Já, og þú ert náttúrulega með, hvað eru margir vinni hjá þér? Þá það... Já, það er rúmið 400 manns. Það er náttúrulega verður að vera með gott starfsfólk, velja gott lið. Já, og okkar lán hefur verið að þessi hópur hefur unnið vel saman, alveg bara frá því, það voru allir sem eru aðarstjórnendur núna, voru komið þarna með eftir hrun. Og búin að vera, þeir eru búin að vera þarna þá í 15-17 ára? Já. Og við fórum svona, við sildum hringin í kringum jörðina á skútun okkar og vorum frá meir og minna í tæp 2 ár. Já. Og fyrirtæki hefur aldrei gengið betur. Já, það er kannski leksía í því. Herðu, erum við ekki bara... Ræsileg, gaman að spjalla við þig. Hefur samleiðis. Takk mikið vel fyrir komuna. Kæra þakki fyrir komuna. Gaman að hitta ykkur. Takk.